Ingi. Já, þetta var rosalegar lokamyndir. Já, þessi leikur var algjör rús í banni eins og maður getur réttilega álað því að áhlaupin sem liðið voru að gera voru svakalega mikil og sveiflmikildur leikur hjá báðum liðum. Þið komu gríðarlega sterkar úr seinni hálfleiknum, nú tóku 15-0 kaflaður, það virtist ekkert ganga fyrir Keflavík á þessum kafla. Við fengum rosa flott varnarframlag frá öllum og hérna heldum við finnum við 0 stigum þannig að setja þrýstu hraðaflöpu hérna í þriðjárhluta og við náttúrulega vorum búin að koma okkur í fína stöðu fyrir hálfleik 10 stig yfir, 33-23 missuðu það niður og undir 5 í hálfleik en við fórum aðeins bara yfir það sem við þurftum að laga og stelpurnar framkvæmdu leikinn mjög vel í seinni hálfleik fyrir utan ég veit ekki hvað kaninn okkar var að hugsa sko eins og segjum sko Stupito Americano svo segjum spækkunni sko hún fekk þetta 2 alveg rosalega kjánalega villur og svo fer hún í loka sóknina með þessa forystu sem við erum með og tekur skot eins og bara hafa verið að byrja í körfubolta og villa sig síðan út eftir það. Það eru margir reknir eftir svona maður. Nei en við bara erum alveg óbúslega stoltar að hafa haldið heimavellinum og við erum að leggja þarna velli gríðarlega sterkt Keflavíkurlið. Og þessi rimma verður bara játn í játn áfram og Þetta er einstaks leikja sería? Já, ég menn þetta er bara gott sjónvarpsefni. Og engin sjónvarpsstöð á svæðinu? Nei, það er koma. Það er koma. Þessi komu, fengum fyrir peninginn og við erum bara ánægð. Það er bara 1-0 og nú ætlum við bara að svara þessu. Við ætlum að taka þetta leik í Keflavík. Herru, takk fyrir Ingi, gangi ykkur vel.